Commons. Hvað er Commons? Commons er risastór gagnagrunnur með myndum og annars konar margmiðlunaskrá sem að fylgir með Wikipedia verkefninu. Og Commons er á slóðinni commons.wikimedia.org og við skulum líta á Commons. Akkurat núna þá eru í ársbyrjun 2016 þá eru yfir 30 milljónir skrár á Commons og það er ekkert smáræði og það er að mestu leyti það myndir en það er líka hljóðskrár, það er líka vídeó. En hver sem getur hlaðið inn skrá þar hérna í upload file en allar skrár verða að vera þannig að það sé frjáls höfundaréttur og því að það verður að vera þannig að þessi skrár þarf að vera hægt að nota það á öllum Wikipedia, íslensku Wikipedia, ensku Wikipedia, dönsku og svo framvegis. Þannig að það er bara einn myndagrunnur fyrir allar Wikipedia alfræðiritin á hvaða þjóðtungu sem það er. En þessi myndagrunnur, hann nýtist einnig í margs konar öðrum tilgangi, meðal annars á öðrum wikikerfum, bæði sem að tengjast Wikimedia, sama fyrirtækinu og rekur alfræðiritið Wikipedia, en það geta líka verið þínar eigin wikivefur. En í þessu tilviki þá ætla ég að halda mig við Wikimedia umhverfið og fara aðeins í gegnum það hvernig við tengjum saman þennan gagnagrunn hérna og tengjum það við Wikipedia, íslensku Wikipedia og tengjum það líka við kerfi sem heitir Wikibooks sem er bæði til á ensku og íslensku og reynda fleiri málum. En ef við lítum nú og segjum að við værum að leita hérna á Wikimedia Commons, ég verð að leita til þess að mynd af reiðhjóli, þá get ég slegið inn leitarorðið. Já, það var þarna eitthvað. Og ég þarf ekki að slá nema nokkra stafi í því og segjum að þetta vera hjól sem ég verð að leita að þá er gríðarlegt magn af alls konar myndum af hjólum og það væri gott að svona þegar maður er að byrja að skoða Wikipedia að fara neðst niður á síðuna og sjá að það eru svona, myndirnar eru flokkaðar í myndir af hjólum og almennt hjól. Þannig að ef ég fer hérna í categories eða flokkur bicycles þá sé ég alla myndir sem eru á hjólum og þær eru ekkert smávegis því að það eru undir því það eru 59 undirflokkar og svo geta verið undirflokkar undirflokkanum eins og til dæmis hérna bicycle and art eða reiðhjól í listum eða myndir af reiðhjólum, það er ekki svona tæknilega myndir. Og það með sér til ykkur sérstakur flokku sem heitir listræn hjól eða listahjól. En hér eru sem sagt listræna myndir af hjólum og ef ég ætlaði nú að finna ykkur af þessum myndum, ég ætlaði að nota ykkur af þessum myndum, reyna að finna ykkur af skemmtilega. Segjum þessa hérna mynd af listrænu hjóli, ég ætla að nota hana til þess að myndskreita eitthvað hjólreiða átak. Þá sjáu þið að ég fæ upplýsingar af myndina og það stendur hérna more details og það stendur líka hvernig höfundaréttur af myndinni og flestar nýjar myndir í Wikipedia með þessu sem hafa verið nýlega bætt við. CC by CA, share alike. Og ef ég smelli hérna more details eða meiri upplýsingar,
Þá fæ ég upplýsingar um myndina, höfundinn og allt þetta og höfundaréttin og síðan efst þá er svona ýmsir möguleikar hvernig ég geti notað myndina. Ég get hlaðið henni niður bara til að nota hana og ég get notað hana á vefnum. Ef ég smetla á það, þá fæ ég slóðina, hvernig ég geti notað hana, segjum ég fæ HTML-kóðan, þá ég geti bara límt hann beint inn á blogg hjá mér og ég get meira að sjá ákveðið hvernig stærð ég myndi fá myndin á blogg. Þá þarf ég ekkert að flytja niður á bloggi hjá mér, heldur get ég bara vísað í hana með því að líma inn þennan innfellda kóða. En það sem við ætlum aðalega að skoða er þetta, að nota hana á use this file on a wiki. Og ef við smellum á þetta hérna, að þá fæ ég annars vegar ef ég ætla að fá smá mynd eða hins vegar ef ég ætla að fá myndina í fullri stærð. Og oftast er það nú ekki það sem við viljum að því að flestar af þessum myndum er alveg risastórar. En segjum að ég vilji fá myndina, ég vil nota hana á einhverju wiki. Ég gæti alltaf að nota þetta á Wikipedia eða Wikibooks. Ég vil nota hana í þessari stærð, þá get ég límt þetta inn í minni, ég segi bara Ctrl+C hjá mér og það fer eftir á hvernig tölvum þið er á.